Góðan daginn. Kristján Henry heiti ég, nemi í osteópatíu hjá Osteo Nordic og mér langar aðeins að tala við ykkur hælspora. En til að byrja þá langar mér aðeins að fræða ykkur hvað hælspori fyrst og fremst. En hælspori þegar að það myndun af beinmyndun á hælbeininu sem að erta og mynda bólgur á iljarfasíunni eða plantarfasíunni. Þetta ávallt staðfest með myndgreiningu og ástæðan fyrir því að því að einkennin á hælspora og öðrum verkjakvilli sem heitir plantar fasciitis eru keimlík. En meginmunurinn þarna á milli að hælsporinn, það breyting á strúktúrnum sjálfum vegna beinmyndunar, en plantar fasciitis eru bólgur í iljarfasíunni eða plantarfasíunni. Hins vegar helst þetta tvennt svolítið í hendur vegna þess að fólk getur verið með plantar fasciitis og það yfir tíma getur þróað með sér hælspora, af því að hælspori kemur ekki á skömmum tíma. Hælspori verður í raun og veru bara til þegar það mikill núningur sem dæmi á hælbeininu. Þegar þessi núningur á sér stað þá getur það fara að örva eða framkalla beinvöxt á hælbeininu. En þess vegna svo mikilvægt líka að staðfesta þetta með myndgreiningu til að koma í veg fyrir að þetta gæti orðið hælspori ef þetta ekki orðið það nú þegar. Hins vegar, hælspori getur verið og átt sín upptök á mörgum mismunandi svæðum til að mynda ef það eitthvað sem býr til tog á umtalari plantarfasíunni sem dæmis og kálfavöðvarnir eða mikil spenna á þeim getur það togað í fasíuna og yfir tíma myndað hælsporan. En það leiðir mig svolítið að því að tala við ykkur hvað við sem osteópatar getum gert. Sérstaklega þegar að ræða eins og hælsporan þar sem við erum að tala breytingar á strúktúrnum sjálfum, þá svo voðalega lítið sem við getum gert. Hins vegar, það sem við getum gert og það sem hefur sýnt fram á að bera mikinn árangur það að vinna svolítið í einkennunum sjálfum. Með því að geta unnið í einkennunum dregið þar af leiðandi úr verkjunum og einnig skoða svæðið í kring til að sjá, allt í ökklanum sem dæmi, öll beinin þar að hreyfast eins og þau eiga að gera, einhver spenna sem gengur lengra upp, eitthvað í gangi með valdbeitingu á mjöðmum eða hnjám. Ef við getum komist að því, þá getum við þar af leiðandi minnkað álagið á hælsporunum sjálfum. Auðvitað eitthvað sem að þið getur líka gert, sem dæmi eru margir sem fá svona sérhönnuð innlegg og svo náttúrulega út af því að þetta bólga, þá náttúrulega hvíld eitthvað sem hjálpar alveg rosalega mikið. Ef þú eða eitthvað sem þú þekkir að glíma af hælspora eða hefur bara áhuga að vita meir, og mæli ég eindregið með að þið lesið greinina sem við vorum að gera hælspora og einnig mæli ég með þá að þið bókið tíma og við getum skoðað og leyst þetta vandamál saman. Takk fyrir mig.